þjálfari Þorgáða. Jói, stórt verkefni sem býður okkar á morgun, eða ykkar, þíns og stefnanna þinna. Þorgáða þeirra taka á móti Breiðablik á morgun, mánudag. Jói, þetta verðugt verkefni. Já, þetta alvöru verkefni og annar svona, hvað segja, stóri heimaleikurinn sem við fáum núna í röð og við erum bara spennt að fá Blikan í heimsókn og gaman að takast á við svona þær sem meistara efnin, skulum við segja það. Já, það eins og ég nefndi við bæði við Söndru og Karin. Það náttúrulega, þær eru búin að vikta bikarinn, konum við nokkra putta á hann. Það algjör óþarfa að þetta klárist í næstsíðustu umferðinni. Það ekki fínt að hafa þetta bara í síðustu umferðinni. Örugglega sko, við erum svo sem ekki búin að vera að velta mikið fyrir okkur þannig séð hvenær Breiðablik klárar þetta. Það eru margir í fjölmiðlum búin að velta því fyrir sér og ég held við leyfum þeim bara að sjá það. En Breiðablik búið að eiga stórkostlegt tímabil, það sést náttúrulega bara á bæði stigasöfnun og markatöluliðsins. Það hefur bara flest allt gengið upp hjá þeim og við fáum lið sem klárlega eitt af allra bestu liðunum í deildinni og þær vilja örugglega klára þetta núna og eiga heimaleikinn eða sinn síðasta leik svona betri á taugunum. En þegar maður þarf að klára eitthvað eins og þær þá getur ýmislegt farið og taugarnar eru þandar og það bara vonandi að við náum að stilla okkur af þannig að í okkar baráttu í deildinni að við komum bara aðeins betur stemda til leiks. Jó, þó að það skiptir okkar ekki máli hvort að það lyfti bikarnum á þessum degi eða einhverjum öðrum degi, en þá skiptir það svolítið máli fyrir okkur hvort við endum í 3. og 4. sæti svona upp á sjálfstrausti bara í mótslok. Já, það margt í þessu. Við til dæmis ætluðum nú ekki að tapa á heimavelli og við lendum í því síðasta heimaleik að eiga fá ljótt tap og þar sem að bara Stjarnan hitti á það og spilaði mjög vel á móti okkur og það datt flest allt með þeim. Þar fór eitt en þá voru menn staðrænir í að það kemur náttúrulega ekki fyrir aftur, það kemur ekki til greina að fara að tapa meira á heimavelli og þannig að það nú eitt vígi. Annað það náttúrulega að halda áfram að safna stigum í baráttinu 3. sætið og við höfum að nóg að keppa, það meira í þessu heldur en bara að velta fyrir sig hvað Blikarnir ætla að gera. Já, það kom nú fram í viðtali við þig einmitt hjá okkur að þegar þið fóru og sóttu sig á sigurmóti Fylki, það var bara bölvuð þriggja og yfirgangur og samváður upp á teininguna þegar þið fóru á móti Útivalla og gegn Valskonum. Það nú alveg komið tími þá til og svo verði bara nógu anskoti frekkur og verði bara með yfirgang á heimavelli, á okkar eigin heimavelli. Já, það er alveg hárétt sko, við þurfum að sína. Ég ekki frekkjuhundur í þér? Jú, það frekkjuhundur þarna einhvers staðar og það bara það að stelpurnar náið í að svona yfirvinna ákveðna þætti í hugafarinu og eitt til dæmis það að vera ekki að velta fyrir sér hvað í boði fyrir aðkomuliðið í þessum leik. Það þurfa að velta svolítið fyrir sig hvað þær langar mikið að ná í þessi 3 stig og halda áfram bara sinni baráttu í sumar og halda áfram að keyra í átt að sínum eigin markmiðum, ekki vera að láta annað trufla. Jó, þetta síðustu heimaleikurinn á tímabilinu, þannig að það að gera að hvetja fólk til þess að fjölmenna á völlinn og styðja stelpurnar. Já, mér finnst full ástæða til þess að hvetja fólk til að koma og hvetja þær áfram í gegnum þennan síðasta leik 2015 á heimavelli okkar og þær eiga það nú alveg inni og skilið að fá góðan stuðning og þá ég vissum að þær eru vel fúsar til þess að borga tilbaka fyrir þá sem koma og horfa þar. En svo má líka snúa svo við og segja að við stuðningsmennum vil líka alveg skila fá leikinn. Það sjálfsögðu, það bara þannig, það ekki spurning. Jói, kafaði djúpt, náði í frekkjuhundinn, kottum við á Þórsvöll á mánudaginn, kottum við 3 stig heim í Hamar. Gangið vel. Takk fyrir það, sömuleiðis.